Ferðaþjónusta fjölbreytt atvinnugrein í örum vexti. Örvöxtur kallar á markvissar úrbætur í fræðslumálum til að auka hæfni starfsfólks í ferðaþjónustu. Þjálfun í gestrisni efni ætlað til þjálfunar og fræðslu á vinnustað. Uppbygging þjálfunarefnisins þjálfun í gestrisni. Þjálfunarefnið miðast við 4 starfsflokka sem eru móttaka og aðbúnaður, veitingar, þrif og umgengni og bílaleiga. Í hverjum starfsflokki eru 10 raundæmi ásamt verkefnum á íslensku, ensku og pólsku. Verkefnin taka mið af gæðakerfi vakans. Þjálfunarefnið miðast við að hægt sé að nota það við mismunandi aðstæður á vinnustöðum. Hvað eru raundæmi? Raundæmi eru fjölbreytilegar sögur, stuttar eða langar, af atburðarás sem átt hefur sér stað við ákveðnar aðstæður. Sagan sögð frá sjónarhorni einhver sem hefur upplifað atburðina og lýsir hún ferli, viðbrögðum og tilfinningum þess sem segir hana. Aðrir gætu hafa upplifað hana á annan hátt. Af hverju eru raundæmi áhrifaríkt þjálfunarefni? Að segja sögur sem lýsa atburðarás og höfða til tilfinninga algeng aðferð við að miðla þekkingu og hæfni. Sögur sitja í minninu mun lengur en útskýringar og fræðilegir fyrirlestrar. Góðar sögur smjúga jafnvel inn í undirmeðvitundina og virkja tilfinningar sem eru sterkur námshvati. Að lesa, túlka og greina raundæmi margprófuð þjálfunarleið. Vel uppbyggðar sögur. Höfða til tilfinninga og samkenndar. Hvetja starfsfólk til að rökræða mismunandi sjónarhorn. Gefa starfsfólki kost á að ræða eigin vandamál undir yfirskinni atburða í dæminu. Hér má sjá dæmi aðferðir við þjálfun með raundæmum. Lesa dæmið og verkefnið 2-3 sinnum yfir áður en byrja þeir að leysa það. Byrja á að greina staðreyndir í dæminu og hvaða atriði þar skipta máli fyrir verkefnið sem á að vinna. Halda sig við staðreyndir sem framkoma í dæminu eða þekktar staðreyndir úr umhverfinu. Ekki láta persónulegar skoðanir eða tilfinningar ráða niðurstöðunni. Bæta má ýmsum atriðum inn í dæmin eftir hentugleikum hverju sinni, til dæmis fleiri persónum, alvarlegri mistökum, betri endi og svo framvegis. Þetta raundæmi fjallar veitingastaði og að finna í starfaflokknum veitingar. Ég hef borðað 2 á þessum veitingastað með stuttu millibili. Maturinn var hverrar krónu virði. Þjónustan virtist hins vegar aðalega verið í höndunum á einum starfsmanni sem var á spani allt kvöldið. Aðrir starfsmenn litu út eins og þeir væru alveg að fara á taugum út af álagi en kom ekki miklu í verk. Í seinna skipti sem ég kom á veitingastaðinn varð einn gesturinn mjög úrillur yfir biðinni og fór að kalla hátt. Í framhaldi af því var eins og það myndaðist múæsing á staðnum. Og fleiri gestir voru sífellt að kalla á þjónana og spyrja hvenær væri von á þeirra réttum. Með hverri sögu fylgja spurningar og verkefni og geta mörg mismunandi svör verið rétt. Mikilvægt að starfsfólkið fái tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri. Dæmi spurningar sem fylgja raundæmum. Hvernig myndu þið skilgreina skipulagið og samstarfið á þessum stað? Hver fylgist með gæðum og tímasetningum verka? Hlutverk starfsþjálfa að skipuleggja og stjórna hópavinnu starfsfólks. Starfsþjálfi sá sem heldur utan þjálfunina í samstarfi við vinnuveitanda og hefur góða yfirsýn yfir starfsemi fyrirtækisins. Þekkir námshvöt, motivation, og mismunandi námsnálgun einstaklinga. Skilur gildið sviðsetningar við þjálfun á huglægri hæfni, svo sem samvinnu, samskiptum, frumkvæði og lausnum. Leggur áherslu á að í flestum lausnum eru fleiri en ein leið, fleiri svör en eitt. Hægt að fara margar leiðir til að nýta þjálfunarefnið þjálfun í gestrisni. Ef lítill tími til ráðstöfunar, hægt að velja eitt dæmi og fá verkefni. Ráðlagt að fara markvisst yfir dæmin með viðeigandi verkefnum og nota mismunandi þjálfunaraðferðir, svo sem að bæta ýmsu við raundæmið. Fara í hlutverkaleiki, semja eigin raundæmi, halda fund þar sem allir tjá sig lausnina og svo framvegis.
Starfsþjálfi rifjar upp dæmi, metur árangur starfsfólks í starfi út frá dæminu og veitir uppbyggilega endurgjöf, hrós og gagnrýni út frá gátlistum. Starfsþjálfar getur aukið hæfni sína í þjálfunarstarfinu með því að fara á námskeið í notkun raundæma til þjálfunar. Í sögunum og verkefnum í þjálfun í gestrisni er áhersla lögð á að auka hæfni starfsfólks í ferðaþjónustu. Beita skilning, laða fram það sem við kunnum. Efla samvinnu og samskiptahæfni. Örva starfsfólk til að rökræða og skilja mismunandi hugmyndir. Leysa ýmiss konar vandamál og gefa tækifæri til að meta ákvarðanir. Frekari kennsluleiðbeiningar og nánari upplýsingar þjálfunarefnið, þjálfun í gestrisni, er að finna á hæfni.is.